og frúr, ég kynni ykkur fyrir Lexus UX, snjalljeppa Lexus. Ykkur velkomið að nota orðið snjalljeppi Lexus UX eins mikið við vilja því að það ekki búið að markaðssetja það sko, eða höfundarétt að verja það. Og ég verð nú að segja að þetta nú bara ansi snjall jepplingur. Þessi bíl hérna fyrir aftan mig búinn hybrid tækni, eyðir mjög litlu og einstaklega svona snarpur og skemmtilegur í akstri. Það rosalega þægilegt að ganga hann gífurlega fallegur. Þessi típa sem ég með hérna í luxusútgáfu eða luxury útgáfu og einstaklega þægileg sæti, rosalega gott að keyra hann og virkilega hljóðlátur. Og hann svona hljóðlátur út af því að Lexus kemur með tvöfalt gler, svona alveg sér til þess að einangra þig frá umhverfinu. Mjög hentugt ef þú leiðilega nágranna. Hönnun Lexus UX svolítið einstök. Hann sver sig mjög vel í Lexus ættina, mjög svipaður af frammendanum til eins og bara allir aðrir Lexusar. Og einstaklega stórt grill, enda líka japanskur bíl. Og ansi töff hérna ljósin að degi til þessi LED-ljós hérna framan. Og svo ertu með þokuljósa neðan og króm og svona Lexus-merki og allt saman. Skottið í Lexus UX mjög fínt. Það ekki það stærsta í sínum flokki en þetta kortið ekkert stór jeppi, þetta snjalljeppi. Rafdrifinn skottleri, frekar næs. Innanrýmið sem ég hef með hérna coverað í ljósgráu leðri og af því að þetta luxury típan þá kemur hann bara vel útbúinn. Þannig með hita í stýri, hita í sætum, kælingu í sætum og hvað meira? Rafdrifin sæti, þráðlaus hleðsla, rafdrifnir speglar, sjálf aðfallanlegir og eitthvað, bara fullt. Að koma sér inn í Lexus UX ekkert mál, eins og þið sjáið þá sætið í mjög góðri hæð til þess að setja beint inn bara, slæra af sér snjóinn, kemur sér fyrir undir stýri og það nóg pláss. Förum á rúnd. Það mjög auðvelt að koma sér þægilega fyrir undir stýri á Lexus UX og þú getur sett miðstöðuna á auto, getur sett kortið á auto, getur sett voljúmið rosalega hátt og Mark Levinson hljóðkerfið sem ég vissi ekki ég þyrfti í lífi mitt en ég þarf núna því að það geggjað, ótrúlega gott. Top 5 hlutir fyrir mér hérna í innréttingunni, það í miðjustokknum beint undir á mjög svo handhægum stað til að henda símanuðinum þráðlaus hleðsla, gírstöngin geðveikt flott, klukkan ótrúlega cool, á dæminu hérna þessu svona rauf fyrir kort eða bílastæðamiða eða eitthvað svoleiðis, mjög handhægt og það toppluga. Svo verð ég að taka líka fram að allt efnisval hérna inni til fyrirmyndar. Það ekki einhvað svona vá, sjáðu, þetta svona Louis Vuitton taska mín. Ekkert svoleiðis. Þetta bara virkilega fáað, flott og það ekkert svona rosalega svona skínandi svart plast sem að þú eyðir 2% af æviðinni á meðan þú ert með bílinn að þrífa. Best þó að hérna undir, þar sem að þú heldur hendinni langa oftast meðan maður að keyra og þykjast þér kúl, að þá mjög svo handhægar stjórntæki fyrir einmitt útvarpið, aðeins útvarpið. Þannig að þú getur hækkað og lækkað, skipta á milli FM og Bluetooth og slökkt og kveikt og líka skipt stöð. Stöðinni með þumlinum og allt hitt gerur bara með þessum hérna 3 puttum. Og svo getur þú sett litla puttur svona upp í loftið eins og þú setur að drekka te með drottningunni. Og þetta fyrsti bíllinn í þessum stærðarflokki þar sem ég næ að halla setunni svona fram og næ því að sitja beinn í baki á rófubeininu eða þannig og bara vera feitur, heimskur og hamingjusamur. Svo, Lexus UX. Ef þú ert búinn að leita aðra snjalljeppa, þá getur þú hætt að leita. Keyptu þig bara þennan. Ef þér líst á hann, kauptu hann.